Við erum búin að vera að kynna nýju plötuna frá Mánum sem heitir Nú öldin önnur og hann Labbi kominn til mín. Sestur hjá mér, blessaður og sæll. Blessaður. Hvað segir í dag? Ég segi nú bara fínt. Herru, í fyrra þá komstu líka til mig, var ekki í fyrra? Ég held að það hefur reynda verið í hitti fyrra. Já, ok, þarna séu eitthvað tíminn líður hratt. Já, segðu. Þá komstu líka til mín í desember. Já, akkurat. Þannig að þetta er bara annarkvært ár, það er flott. Já, svona cirka, sko. Ég sé komin næsta ár líka. Er það ekki? Jú, ég rekna. Jæja, þá verður maður að fara svona drífa svolítið í þessi að styttist tíminn sem getur verið að, sko. Þannig að það er eitthvað í pípunum. Já, þetta er búið, þá ég svona langt komin með sólóplötu, sko, sem ég ætlaði að vinna en setti hana svona í salt þegar Mánaplatan kom. Er það jólaplata? Nei, bara ekki þetta, sko. Svo hún þar næstu jól. Það er nóg framundan. Já. En það eru Mánar, til hamingju með þetta frábæra eintak. Takk fyrir það, kærlega. Og loksins segja ábyggilega margir. Ný plata frá Mánum. Já, það er vonandi sem flestir segir það. Svona meistaraverk. Já, en það er nú óþolinmæði þegar þú líði 45 ári milli, hvað er það? Ég segi það, hvaða stress er þetta? Hvaða stress er þetta einlega? Þannig að þetta er búið að vera, já, því að við haft góðan tíma til að vinna þetta. Já, það ætti að vera. Það er ekki óðagotið allavega. 45 ár. Það er 45 ár. Hvenær byrjuðu Mánars að spila svona fyrir, hvenær var sveitin til? Hún var stofnuð 65. Já. Rétt á undan fæðingadegi mínum? Já, nú þú tónu svona lítið gammal. Já, 1965 segir þér. Já. Jáhá. Vorum starfandi hérna í 10 ár svona samfellt. Já. Og ekki í þessari mynd? Nei, ekki alltaf, sko. Við vorum svona miðbyggi svona og þegar að svona sólin okkar steg sem hæst, sko. Já. Hún var hæst á lofti þegar við gáum út stóru plötun og þetta og svona var svona mesti svingurinn á okkur, má segja. Æsku vinir, þeir sem voruð í bandinu, var ákveðið að stofna band eða tókst þú skrefið? Já, uppáflega vorum við Gummi nú með aðra hljómsveit, Bimbo tríó. Já. Og ákvaðum að fara út í meira og við svona vorum og fengum Óla Bakk með okkur. Já. Já, við þekktumst, allir við Gummi reyndar erum æskuvinir. Nákvæmlega. Búin að vera í gegnum tíðina. Já. Búin að vera æskuvinir í gegnum tíðina. Já, það má ég segja það. Já. Þessi plata hefur að geyma 12 lög. Þetta er meiri parturinn ennú nýtt, er það ekki, eða hvað? Jú, allt saman. Allt saman er nýtt? Já, sem hefur ekki, nema það er eitt lag hérna sem við vorum stundum með á dagskránni í Karma. Já. Eitt rockhundur sem okkur fannst passa svo helviti vel fyrir Mánana, við skelltum honum með líka, sko, tókum það upp aftur. Það er lag sem að margir kannast væntanlega við frá því í gamla dag, Töfrum og Trillum. Já. Þú þekkir það? Já, ég kannast við það, sko. Hvernig, ef við tölum bara reynd og beint í dag á þessari tækniöld að gefa út plötu, ef þú tekur daginn í dag og ferð 30 ár aftur, er þetta bara sama dæmið eða? Nei, þetta er alveg gjör ólít, sko. Þegar við tókum sem sagt þessa 1970, þegar við tókum stóru svörtu plötuna sem kölluð er. Já. Þá þurftum við nú að fljúga til Danmerkur því að hér var ekkert fjölrása stúdíó til. Nei. Það var allt tekið upp bara í Ríkisútvarpinu eitthvað svoleið sem að var. Já, bara live? Já, nánar, sko. Það var hægt að dobla aðeins söng og eitthvað svona en þarna fórum við út, sko. Það var tekið upp á 8 rásir og við fengum 45 tíma allt í allt með upptökum og smixi og öllu. Já. Og nú til dag, sko, er það kannski fer bara mixi í eitt lag, kannski 40 tíma. Þannig að það er ansi mikið ólíkt, sko, og við höfum svona 200 rásir til umráða, þannig að möguleikarnir eru reyndar bæði að gera betra og líka að klúra hlutunum, þannig að það er að hemja sig í tækninni nefnilega og það við lögum alltaf áherslu á það á þessari plötu að láta svona einfaldleikan ekki ofhlaða þetta eða svoleiðis. Já, nákvæmlega. En auðvitað tekið upp allt með þessari nýjustu tækni og svoleiðis. Jú. Það leifa svona ferskleika ykkar að svona fara í gegn. Já, þannig að við svona grunnæfðum lögin og náðum svona fílingnum í því og svoleiðis, við vorum ekki bara
einn alveg hreint frá upphafi. Já. En svo eru menn náttúrulega að taka inn söng og sólóar og allt svoleiðis eftir á svoleiðis sko. Nákvæmlega. Þessi lög sem að platan hefur að geyma, er þetta lög eftir þig eða allt bandið þá eða? Já, sko, þetta eftir okkur í bandinu sem sagt. Já. Þetta eru mánalög bara. Já. Og það er já, eftir okkur á Smári Kristjánsson hefur meira sér samið eitt sem er þarna og við meira sér fengum Ian Anderson í Jethro Tull til að spila flautuna fyrir okkur þar og óskaplega skemmtilegt að fá gamla átrúna að góðið okkar þarna með okkur. Já. Þannig að það var virkilega skemmtilegt. En svo eftir Gumma og bassabróðu minn og líka. Já. Og nokkur eftir mig líka, þannig að við dreifum þessu bara svona bróðulega á milli okkar þarna. Nákvæmlega. Tökum hérna eitt lag og þú ætlar þetta að kynna þess fyrir okkur lagið. Í kringum 1970 þegar við mánarnir gáum út svörtu plötun okkar sem við kölluðum, þá vorum við nú ungir og svona misefnilegir að sjálfsögðu, en við áttum það sameiginlegt að réttlætiskennd okkar var mjög sterk. Okkur þótti illa farið til dæmis með verkafólkið í þá daga. Nú þá settist ég niður og setti saman heilmikið rocklag sem að heitir einfallega Villi verkamaður. Ómar Halldórsson, textaskáldu okkar góða, hann gerði þennan fína texta við lagið. Ég þræl og púla fyrir konu og krökkum, í gegnum lífið ég hef barist í bökkum, og í skurðum ég hef atast blautur, þó það gefi ekkert í aðra hönd. Nú 45 árum setna hefur ástandið síður en svo lagast. Enn og aftur hef ég því sest niður og nú samti ég bæði lag og texta einmitt kallgreiðan Villa. Þetta heitir Nú er öldin önnur. Yeah.
Já, Mánar og nú öldin önnur lappið, þetta titillag plötunar. Já. Og virkilega flott lag. Takk fyrir það. Ræðislegt, það svona núna fút í þessu. Já, þetta gamla rockið okkar, sko, eins og. Herru, þetta eiginlega, getum við sagt, svona framhaldssaga af Villa verkamanni. Já, það má eiginlega segja það, sko. Þarna hann komin á elliheimilið og náttúrulega búið að stela lífeyrinum hans og ekkert þau batnað. Og ekkert þau batnað. Heldur versnað. Já. Þannig að maður verður ennþá að rífa í kjátt fyrir Villa. Greiði kallinn maður. Einhver verður að sjá það. En þetta lag og text eftir þig. Já. Nú öldin önnur og þú, þið væntanlega ákvað í sameiningu að kannski í takt við tímann að skýra plötuna þetta. Já, það var nú bara, kom nú svona upp hjá okkur þegar við vorum að spá í hvort við ættum að skýra hann eitthvað eða ekki. Eða bara Mánar. Já, svo var ég að syngja þetta inn og þá kom einn með, þetta fínt nafn á plötuna, það var öldin önnur. Já. En þetta var bara upp úr miðri síðustu öld sem ég blata kom. Já. Ég búin að reyna í gegnum þessu lög, að sjálfsögðu fekk hennan frábæra disk í hendurnar í gær og þetta eru æðislega lög. Takk fyrir það. Til hamingju með þetta. Hvar hægt að nálgast plötuna? Já, við seljum hann á Facebook undir Mána nafninu bara, það er Mána síðar sem sett og svo reynda að búa dreifinni líka í verslanir, svona, hún í Hagkaup og Eymundsson og fleiri verslanir, ég veit, ekki alveg klára hvað það er aðeil í Reykjavík sem hefur driftinni fyrir okkur, en mest svona seljum við á netinu og það er kannski ágætt að taka það fram að slatta fólki búið að við erum með þetta sko í vínil líka að sjálfsögðu en við vorum heldur seinir þannig að hann kemur ekki fyrir bara rétt fyrir jólin og við vorum þetta búin að selja upp lagi sem kom þá en við fengum smá auka upplag þá, þannig að ef að fólk hefur áhuga þá getur það senda okkur skilaboð og panta sér eintak. Þetta allt saman þetta fer alltaf hringinn, labbi, tískan og allt þetta sem tengist því. Já, dálítið. Vínillinn, hann að koma aftur. Já. Ég reyndi að vona að helvítis kassettan kom ekki aftur. Nei. Hún var hrikaleg. Já, þegar hún fór að flækjast í tækinu og svona. Já, bara vont samt á hann. Gefið þið mörg eintök út á vínilega? Við pöntuðum 500 núna. Já, en svo stefni nú í það að við gerum pöntun strax eftir jólinu. Við vorum að hugsa að panta annað upplag því að það er það góður gangur á þessu en það bara komið svo seint að það tekur því ekki þannig að en næsta upplag kemur þá rétt fyrir jól? Já, vínil, kemur smá auka skammtur af vínil en það er mjög takmarkað sko. Já, þannig að fólk getur fyrir þá sem vilja fá vínilblötuna haft samband bara inn á Facebook undir Mánar. Það er best þar sko því. Og þannig getur fólk pantað og fengið þetta bara sendt heim eða? Já, það er bara pantar og það er bara reiknisnúmer sem það leggur inn og pantan er sendum hæl og þetta er voða einfalt og gott. Þetta er einfalt og gott og það er í þjónusta. Það getur bara setið við plötuspilaran og það er aldrei að standa frá. Nákvæmlega. Þegar þú komst hérna í desember fyrir 2 árum að þá ég hamra á svo í hvert einasta skipti þú kemur að það er tónleikar, útgáfu tónleikar, alla Mánar að halda útgáfu tónleika. Nei, það verður ekki. Nei, þakka þér fyrir. Alveg, það var ekki að þakka. Það er bara hreint og beint. Já, það er svona ýmislegt sem hamlar því að við gerum það. Sjálfur orðin hálfskakkur og bara hef ekki alveg hreint bara heilsu í það að gera það eins og er. Úr til 5 leikum alla daga? Já, ekki lengur. Sko. Ekki, nei. Það er því miður liðin tíð. Sko. Já. Nú er kallinn bara orðin svolítið skakkur og laskaður þannig að maður verður bara að taka því eins og það er og Svona eins og villi verkamaður. Ég er svolítið orðin sko, eins og villi verkamaður nefnilega. Já. En við hvetjum að sjálfsögðu fólk til þess að næla sér þessa frábæra plötu. Þetta er nefnilega flott gjöf í jólapakkan. Til dæmis. Það finnst mér. Já. Það er svo mikið þannig. Herri Labbi, það búið gaman að spjalla við þig og það er nóg framöndan hjá þér. Það er sóloplata á næsta ári. Já. Og síðan árið eftir það, 2018? Já, þá ég er búin að, ég er bæði með jólaplötu og barnaplötu í kollinu, sko, þannig að núna nefnilega ætla ég bara, fyrst að maður er orðin svona laskaður að þá er fínt að dunda sér bara inn í stúdíu og fólk losnar ekkit við mjög. Nei, mjög stæðislegt og ábyggilega fleiri sem eru sammála því. Vonandi. En
Frábært Labbi, takk fyrir þetta og til hamingju með plötuna Nú öldin önnur með Mánum og það bara Mánar á Facebook þar sem að fólk getur nælt sér í inntak og svo farið, Hagkaup og ýmsar verslanir. Já, akkurat. En við ætlum að enda þetta hérna á lagi sem eftir Gumma Ben, ekki rétt? Jú, Gumma, bæði lag og texti, held ég bara fyrsti textin sem hann gerir kallinn, hann bara þræl góður hjá honum. Já. Sendum hún bestu kveður. Lag sem heitir Ég sé í gegnum þig og þú kynnir þetta fyrir okkur. Takk fyrir þetta, Labbi. Ég sé í gegnum þig heitir þetta lag. Þetta nú ekki gamalt lag, það var til í fyrra, svona það leyti sem við vorum að funda gerð nýrar plötu í tilefni 50 ára afmæli sveitarinnar og tók ekkert mjög langan tíma að gera þetta. Ég sit nú gjarnan fyrir fram að sjónvarpið og með gítar í hönd og svona að guttla ykkur að línur og þá kveikna svona ýmsar hugmyndir og maður safnar þessi í sarpinn og þá verður eitthvað til. Textan samdi ég undir mikilli tímapressu, ég var búin að raula þetta inn en hann fjallar fyrirbæri sem allt og mikið til af í heiminum, siðblindingja. Hvar sem þú allt sem þú hefur gert, eltir þig eins og hvæsandi draugur. Prinsipinn engin og prikilla fengin, þitt blott eitt spillingahaugur. Þú orðar allt blítt þegar á þig blítt, svo andgöfin fyll allan salinn og broddurinn skín eins og freyðandi vín, en fæstir vita hvað þú galinn, en þér tekst ekki að blekkja mig, því ég sé í
Já, Mánar þarna á ferð og auðvitað var það Gummi Ben sem að kynnti þetta fína lag frá Mánum, lag sem heitir Ég sé í gegnum þig og lagið eftir Gumma Ben. Frábær plata frá Mánum og sendum þeim bestu kveðjur og það þetta nálgast plötuna. Nú öldin önnur á Facebook undir Mánar og svo fæst hún í Hagkaup og á fleiri stöðum.